Viska til frelsis, 37. kafli, lifðu í augnablikinu. Mörgum hættir til að dvelja með hugan í fortíðinni og oft á tíðum kemur eftirsjá að hafa brugðið svona við gagnvart sjálfum sér og öðrum. Slíkar hugsanir skapa depurð sem og andlega og líkamlega vanlíðan. Eða þá að hugurinn dvelji í ókominni framtíð sem enginn veit með vissu hvernig muni vera. Slíkar hugsanir leiða oft á tíðum til kvíða. Að óttast hið ókomna er kvíði sem veldur andlegum og líkamlegum þjáningum. Á meðan hugurinn dvelur í fortíð eða framtíð þá fer lífið framhjá og einstaklingurinn missir af augnablikinu sem er lífið sjálft, örlítill gluggi í tímanum. Til að njóta lífsins til fullnustu þá þarf viðkomandi að læra að vera með hugan á líðandi stund og upplifa og njóta þess hverju sinni. Lærðu að stjórna hugsunum þínum, dveldu ekki í fortíðinni eða framtíðinni. Það er lítið hægt að gera gagnvart því sem liðið er, það er farið og kemur ekki aftur. Best er að iðrast og fyrirgefa og biðjast fyrirgefningar á því sem miður hefur farið í samskiptum við aðra og sjálfan þig. Lærðu að sættast við fortíðina og gerðu fortíðina upp innra með þér. Þannig verður frjáls gagnvart liðinni stund. Gaman getur verið að rifja upp gamlar og góðar stundir með ættingjum og vinum og er það til gamans gert til að létta lundina en vandamál og mistök fortíðar er best að gera upp og sættast við og láta það síðan kyrrt liggja. Sá sem óttast hið ókomna er kvíðin og óttaslegin og þjáist af andlegri og líkamlegri vanlíðan. Slíkar hugsanir eru blekking sem fæðist innra með þér og veldur þér aðeins vanlíðan og þjáningum. Kvíðin innra með þér skapar ekki öðrum kvíða, því þarf að takast á við hann og læra að vera meðvitaður hugsanir og læra að bæja framtíðarhugsunum frá sem þú veist að munu að lokum valda þér kvíða. Kæfðu þær í fæðingu þegar þeirra verður vart. Framtíðin er ókomin og sá sem er kvíðafullur býst við hinu versta fyrir sig og sína. Hann ímynda sér allt muni fara á versta veg en í langflestum tilfellum eiga þessar ímyndanir ekkert skylt við raunveruleikann og kom aldrei fram. Lærðu því að lifa lífinu í gegnum tilfinningar þínar og hjarta með því að róa hugan og hugsanir þínar og leyfðu þér að upplifa hlutina í stað þess að greina þá í huganum. Þannig lærur að fljóta með lífinu og njóta þess að horfa út glugga augnabliksins. Þú öðlast dýpri tengingu við fólkið í kringum þig og náttúruna allt kring. Að líða áfram í lífinu án kvíða og ótta er ekki fjarlægur draumur, heldur raunveruleikinn sem stendur öllum opinn, öllum þeim sem hafa áhuga, löngun og trú. Vertu meðvitaður sjálfan þig og líðan þína og hjálpaðu sjálfan þér í átt að betri líðan dag frá degi. Góðir hlutir gerast hægt en vertu þolinmóður og hugrakkur og þú mátt læra að upplifa og njóta lífsins til fullnustu í mikilli gleði, hamingju og kærleika. Að vera og upplifa hér og nú er markmiðið og leiðin til betra lífs. Aðeins þú sjálfur getur frelsað þig frá þjáningum fortíðar og framtíðar. Þú ert þinn eigin frelsari. Láttu ekki hugan og óttan skapa þér vanlíðan. Lærðu að stjórna huga þínum og hugsunum í hugleiðslu og smátt verður meðvitaður hugsanir þínar og nær tökum á þeim og nærð að stjórna þeim þér til framdráttar í lífinu.